En ég kom með góðan gest til mín í stúdíó, það Ragnar Sigurjóns frá Flóahreppi. Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Hvað nú að frétta af ykkur úr Flóanum? Bara allt rosalega gott eins og alltaf, það alltaf gott í Flóanum. Já, það ekki? Jú. Já. En framöndan hjá okkur ungmennafélags reiðtúr núna helgina. Já, það svona svolítið spennandi fyrir þá sem eru í hestadeildinni. Já, ert þú eitthvað í hestunum? Nei, var í því, það búið í bíli. Já, ég einmitt ekki verið í þessari deild. Ég held ég tvisvarsinnum farið á hestbak og það gekk ekki vel í hvorugt skipti, sko. Nei. En það verður, þetta sem sagt á sunnudaginn. Á sunnudaginn kemur, já. Ekki tímasetning á þessu og allt eins og gengur? Klukkan 20:30 verður lagt af staði í þennan reiðtúr og riðið verður hvað? Þetta 11 kilometra löng leið með Hvítá frá á milli Langholts og Oddgershóla og tilbaka vegina á milli Oddgershóla og Langholts hverfis. Þannig að þetta hittast þarna í Langholti á planinu við hesthúsið hennar Viðju. Nákvæmlega. Já. Það vant hestafólk og þannig að það að gera drífa sig að vera með í þessu. Þetta svolítið skemmtilegt. Er þetta fastur liður eða eitthvað nýtt? Já, þetta svona bara ný liður. Já, skemmtilegt. En svo náttúrulega eru búin að vera íþróttaæfingar á fullu. Já, eins og gengur yfir sumartíma þá eru íþróttaæfingar miklu meira heldur en það sem tengir skólanum. Já, og það náttúrulega er nýbúið líka úrlingalandsmót. Já, þar áttu við 2 fulltrúa sem þeim gekk bara ágætlega. Já. Bara mjög flott. Og þetta var mjög fjölmennur hópur sem fór frá Háskóla. Ég held að það hafi verið hátt í 200 manns sem var að fara. Já, mjög fínt. Mjög flott. En svo sé ég að það er einmitt héraðsmót í starfsíþróttum. Fer fram í grunnskólanum á Hellu. Já. Það svona komið svolítið út fyrir Flóan en það tengist náttúrulega töðugjaldi sem þeir eru með. Já. Núna á laugardaginn 13. Og fólk úr Flóanum að fara að taka þátt? Ég gerir á fyrir því. Við settum lið. Mér finnst það mjög líklegt að vera ykkur. Það svona pönnukökubakstur og svona heipaka kast og eitthvað svoleiðis, það svona alls konar. Það klikkar ekki, ég veit að það er mikil keppni í pönnukökubakstri. Já, það hefur verið vinsælt á þessum mótum. Mjög skemmtileg. Já. Og það líka bara eitt sem að vera að passa á þar að það festið ekki við í járni, það svolítið mikið atriði. Já, ég mikið búin að spæja, ég ætla þetta að sé þannig að hver og einn kemur með sína pönnu eða... Já, þú mátt það. Já. Það bara eins og kemur með fótboltaskóðu og fyrir fótbolta. Já, ég held þetta sé líka svolítið þannig að maður vill vera svona örugum í sitt í þessu. Já, nákvæmlega. En eitthvað meira framöndan? Já, mér langar bara að benda á það sem að kornbændur eru að auglýsa. Flóakorn býður upp á kornslátt og völsunis og undanfarin ár. Félagi hefur yfir að ráða öflugri þreskivél að gerðinni múska og bændur eru hvattir að panta tímalega. Stjórn Flóakorns tekur við pöntunum. Það hann Höskuldur og Stefán í Gerðum og Helgi Súlótti sem að sjá það. Já. Þannig að það dálítið öflugt sko. Er ekki annars þriðji í dag? Jú, það þriðji í dag, það passar sko. Þá það bara passar að það leikjakvöld einbúa. Já, í kvöld? Já. Sem bara, getur verið svolítið skemmtilegt sko. Það allavega auglýst í áhautunni, en hún átti að koma út í gær og fór í póst, en þar sem að pósturinn kemur bara 2 í viku, þá ekki víst að hún berist til allra. Því miður hefur pósturinn verið að draga úr þessari þjónustu og menn ekki mjög ánægð með það. Þannig að hvaða dagar í viku það sem að pósturinn kemur? Bara held ég á 3. og 5. dögum held ég. Getur það fólk nálgast blaðið sem stökk stærð annars er það? Það ætti að vera náttúrulega á heimasíðu Flóahreppi.is og það spurning hvernig hún kemur þar inn. Hún hlýtur að fara þetta inn.
Já, nákvæmlega. En maður hugar alltaf svona að þessum sumar tíma, gaman að fylgjast með að ég var að lesa um þetta á netinu áðan að berjaspretta víða fyrir norðan og austan og vestan, þetta verðist vera í góðu formi og sláttur, það eru margir konu með það í huga núna að þetta er orðið hérna svona, hvað maður að segja, að tveir slættir dugi ekki til, jafnvel þetta sumari? Já, það er svona, menn eru byrjar á slætti númer 2 veit ég talaði bónda nú daginn og hann var búin að slá 40 hektara núna sinni slætti sko, fyrir utan öllu túnir sem hann var búin að slá í fyrsta slætti og það náttúrulega hefur gert það núna í þetta sumarið að það er allt hálfu mánuði fyrr heldur en vanalega. Já. Og gríðarlega mikil spretta og enda sko, ef fólk slæri ekki hjá sér blettin bara vikulega þá bara er það í vondum málum. Þetta er að verða svona lúksusvandamál. Það er svolítið svoleiðis sko, gríðarlegu vöxtur í gróðuru öllu og bara mikil gróska. Það er blíðan sem við erum búin að fá. Já, og það er ekkert verra í dag sko, það er bara dásalegt sko. Nákvæmlega. En yndislegt að fá þig Ragnar og fáum að frétta meira okkur í næstu viku á flóanum. Já, gerum það. Allt er mín og takk fyrir. Takk fyrir.